Já, komið þið sæl. Við erum stödd í gamla barnaskólanum á Akureyri. Þetta meira en 100 ára gamalt hús og það hefur heldur betur fengið nýtt líf. Hjá mér Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, bankastjóri nýs banka sem formlega verður opnaður í kvöld. Saga Capital fjárfestingarbankinn. Velkomin í þetta spjall okkar. Takk fyrir þótt þú sést nú á þínum heimavelli. Hvað kom til að þú ákveður að stofna nýjan banka og höfuðstöðvarnar á Akureyri? Er það ekki óðsmanns æði í þessu viðskiptaumhverfi nútímans? Þetta eru svona tvær ákvarðanir. Aðdragandinn að stofnun má rekja til þess að maður hittir manni eins og oft gengur og menn fá hugmynd, byrja að tala hana og síðan ákveða menn að framkvæma. Og efndin var þannig að dálítið stór hópur af svona fyrrum, samstarfsmönnum og starfsmönnum stóru viðskiptabankanna fóru á stað í að ræða hér við aðeins á svæðinu og annar staðar stofnunum eins og þessarar og þannig fór boltinn að rúlla og þannig komumst við að stofnunina. Nú, af hverju þetta sett niður hér á Akureyri? Að mínu viti það þannig að þó að eftir að búið að taka ákvörðun það yfir höfuð að hafa höfuðstöðvar á Íslandi fyrst svo ákvörðun klár, þá skiptir í rauninni engu máli hvort að sú höfuðstöð á Akureyri eða í Norðurbænum eða Suðurbænum í Reykjavík með nútíma tækniframförum og samgöngum lít ég á landið allt sem eitt atvinnusvæði og mér finnst ekki vera höfuðmál hvort að við séum hér eða þar fyrst við erum á Íslandi yfir höfuð. Ég kýs að líta á Ísland og umheiminn í því samhengi en ekki Ísland og deila því svo niður. En umhverfi hér er öðruvísi en í Reykjavík. Getur það jafnvel laðað að starfsmenn til þín að lífstílinn hér er rólegri og öðruvísi? Já, við gerum gríðarlega mikla kröfu til okkar starfsfólks og við höfum verið heppin að fá gott starfsfólk til okkar. Það hefur staðið undir þessum ríku kröfum en það hefur líka tíma til þess að sinna sínum hugðarefnum og fjölskyldu og það kannski sparast dálítill tími í ferðalögum milli bæjarhluta hér. Þetta er 5 mínútna bærinn eins og oft sagt en samt eru öll lífsins-gæði og svona helstu, helstu tækni eða samgöngur. Hér er allt til alls, allur infrastruktúr til staðar. Það er líf og fjör þegar maður horfir hér í kringu sig, starfsmenn hér uppteknir við sína vinnu. Hvað er þetta fólk að gera sem er hérna í kringum okkur? Þetta fólk er að sýsla með fé. Við sinnum verðbréfamiðlun, við sinnum fyrirtækjaráðgjöf, útlánum og síðan erum við með eigin stöðutöku. Og hvar sástu helst sóknarfæri þegar þú ákvaðst að kljúfa þig út úr KB banka, þú hafði starfað þar sem sérfræðingur og svona, hvar fannst þér helst að tækifæri væri? Ég tel að með því að stóru viðskiptabankarnir hafa vaxið jafn vel eins og þeir hafa gert á undanförnum árum og það öllum til góða, þeir hafa að miklu leyti skapað þann hagvöxt og það góðæri sem að er og fylgt þessum útrásarfyrirtækjum mjög vel eftir. Þá held ég að það skapist einfallega tækifæri í stækkandi köku og stærri köku heldur en áður við það að þjónusta kannski smærri fyrirtæki sem að vilja detta milli skips og bryggju og þar fyrst og fremst sjáum við okkar tækifæri og teljum okkur geta þjónusta þessi fyrirtæki. Nú á markaðnum sjálfum per se þá höfum við áralanga og góða reynslu af því að stunda verðbréfaviðskipti og þau hægt að stunda hérðan og í hvaða skala sem er. Þið eru hvað, 30 starfsmenn komnir? Já, við erum 29 held ég telli rétt. Og nú eru svona teiknur oft það að sparisjóðir séu sameinast og menn séu að svona öflugri fjármálafyrirtæki séu að vera til. Tekur Ísland endalaust við? Fer þetta ekki verða gott af þessum stærri svona flokkum eða eru tækifærin ennþá út allt? Springur þessi blaðra aldrei? Nei, þessi blaðra, ef þú lýsir henni sem svo, ég myndi ekki kalla það svo, en þessi blaðra er löngu sprungin og stóra bankarnir Glitnir, Kaupþing, Landsbanki, þetta eru fjölþjóðleg fyrirtæki sem hafa í rauninni bara lítinn hluta sinna rekstrartekna frá Íslandi. Við erum að ganga í sömu fótspor. Við ætlum okkur stóra hluti út í einu stóra heimi og hvar sem er
og erum ekki að hengja okkur í það hvar við erum staðsett í heiminum til þess að afla okkar tekna. En sem sagt innanlandsmarkaðurinn, hann er vel mettaður? Innanlands, ég myndi segja bara innanlandsmarkaðurinn sé vel, honum er vel þjónað af mjög mörgum og við Íslendingar erum bara svo lukkulegir að vera með góða banka og fá frá því mjög góða þjónustu. Fá aðeins sýn þín á mörg af þessum málum sem að menn eru að takast á í íslensku efnahagslífi í dag. Til dæmis evruna. Munt þú skila uppgjöri bankans í evrum eða íslenskum krónum eða hvernig velur það? Við munum halda okkar banka í íslenskum krónum svo lengi sem meirihluti okkar rekstrartekna kemur í íslenskum krónum. Já. En leið og meirihluti okkar rekstrartekna kemur í öðrum gjaldeyri heldur en íslenskum krónum, þá þurfum við að íhuga það mál mjög vandlega. Já, en tala að vopn Seðlabankans býti ekki þörf á skipt úr gjaldeyri, vextir séu allt og hár og svo framvegis ef að taka upp evru? Já og nei. Með því að taka upp evru þá myndum við gefa frá okkur ákveðið sjálfræði í peningamálum sem að reyndar ekki að ná að býta á það ástand sem að nú sem er kannski verðbólga og stjórntæki Seðlabanka sem er hækkandi vextir, býta lítið þar á því að atvinnulífið er að stærstum hluta skuldsett í erlendu gjaldeyri og jafnframt eru heimilin skuldsett í verðtryggðum vöxtum og á báða þessa þætti hafa stýrivextir Seðlabanka takmörk áhrif. Þá komum við að því jáinu með evrunni, þetta myndi það auðvelda allt uppgjör í hagkerfinu verulega og kostnaðarspörunin ein og sér gæti valdið hér töluverðan hagvaxtarauka. Þannig að ég myndi allavega segja það að það ætti að fara í gang eðlileg umræða það að taka upp evruna, taka þá umræðu og bara leiða hana til lykta en vera ekki alltaf að daðra við þetta. Hún hefur verið svolítið flokkspólitík svo umræða, er málalinni þar? Mér þykir það, peningar eru blindir á pólitík eða landsvæði og þetta er bara spurning hagkvæmni. Hvað með svona helstu verkefni ykkar framöndan hér? Þú segir að það skiptir engu máli hvort þú starfar á Akureyri eða Reykjavík þá samgöngulega, þá náttúrulega skiptir það máli. Þú reyndar flýgur sjálfur þinni í skrúfuþotu og getur farið hvert í heiminn sem er, bara hérna frá flugvellinum, en er það ekkert fótakefli fyrir þína starfsmenn? Nei, sko við erum með, auðvitað er þetta erfiðara, það væri þetta ekki svo að auðvitað er þetta erfiðara, en við metum gæði við þetta kannski vera svona, þau vega þyngra heldur en óhægra þeir vera hérna. Hins vegar höfum við mjög gott innanlandsflug sem er með að ég held 8 ferðir á dag milli Akureyrar og Reykjavíkur og það líka hamrar heim hversu mikilvægt það er fyrir Reykjavík sem höfuðborg að halda Reykjavíkurflugvelli þar sem hann er eða innan borgarmarkana en skynsamlegar fjarlægðar frá miðborg. Ég sé ekki þetta sem þröskuld fyrir okkar starfsemi. Við erum nú þegar með starfsemi í 9 löndum eða verkefni í 9 löndum og það er ekki eins og fjarlægð frá Keflavíkurflugvelli að við hamla okkur þar af. En nú klippir viðskiptaráðherra á borðan í kvöld og starfsemin verður formulega opnuð þótt þið hafi verið í loftinu dálítinn tíma. Hefur ykkar starf að einhverju leyti þegar náð að sanna sig í því umróti sem verið hefur á bæði innlendum og erlendum mörkuðum undanfarið? Já. Hefur verið að grípa tækifæri? Já, ég tel það. Það er nú oft svo að þegar syrtir í álinn eða brælir á miðunum þá er þetta bara dregið úr siglingunni og svona leita vars og það er það sem við hefum gert og við hefum komið ágætlega út úr þeim hræringum sem hafa verið undanförnu og ég tel að svona hræringar þær munu alltaf koma og fara. Það er eins og bara að búa til tækifæri, skapa tækifæri og ef maður sér ekki tækifærin akkúrat í augnablikinu þá er þetta bara einhvers annars þar og maður ekki að leita réttum stöðum. Mun eitthvað aðgreina ykkur svona í örfáum orðum frá svona öðrum stofnunum sem öðrum fyrirtækjum sem síslega þetta saman? Við erum smærri, kannski persónulegri, jafnframt römmu afli og við þurfum á því að halda. Aðeins hérna þetta húsnæði sem við erum staddir í Þorvaldur Lúðvík. Þú lætur gera upp meira en 100 ára gamalt hús og það er verulega gaman að því að sjá hvers konar andlitslyfting hér er orðin. En er ekki svona hefðbundið bankaumhverfi, er það ekki stál og gler og eitthvað nýtt? Er þetta ekki sérstakt svolítið? Sala hér? Peningamála? Nei, það er nú ekkert nýtt undir sólinni auðvitað. Við sækjum þetta svo sem í fyrirmyndir út í Evrópu. Þetta er algengt í Danmörku, Svíþjóð, Sviss og þar kannski hugsa menn frekar efnið heldur en umgjörðina. Og umgjörðin hérna er vissulega gömul en hún er orðin glæsileg og við finnum það hérna efnið að
andarnir eru með okkur allavega. Segir Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson. Þá látum við þetta gott úr gamla barnaskólanum, Hafnarstræti, Akureyri. Við erum hérna semst í meira en 100 ára gamlu húsi og það verður í kvöld sem formleg starfsemi Saga Capital bankans verður sett. Til hamingju með daginn. Takk fyrir.